Komið sæl og verið velkomin í Akraneshöll með okkur á IA-TV í samstarfi við Omnes á Akranesi. Framundan leikur Kára og Leiknis frá Fáskrúðsfirði í annarri deild karla. Örn Arnarsson heiti ég, með mér í dag í lýsingu Björn Þór Björnsson. Já, velkomin. Takk fyrir. Þetta eins og það náttúrulega allir leikir áhugaverðir og hér eru að mætast lið sem eru annars vegar í toppbaráttunni í annarri deildinni. Káramenn kannski óvænt, ég veit það ekki, með spár kannski. Gengið undanfarið hefur nú, held ég, komið mönnum óvart. Það sem er unni Gróttu og Þróttvogum og svona lið sem eru sem kannski menn byggust við að vera sterkari, ég veit það ekki, en þegar allan gengið undanfarið hefur verið algjörlega frábært. Já, á sama skapi hefur Leiknismönnum gengið frekar illa, sitja í 9. sæti með 4 stig. Og menn byggust meiri frá þeim. Þeim var spáð til með 5. sæti og þeir náttúrulega eru að koma úr inkassódeildinni, þannig að menn höfðu nú meiri trú á þeim heldur en Kára. Já. Þannig að þetta er bæði liðurinn að vera að koma óvart á ólíkan hátt. Já. Þetta er leikur í 7. umferð og ef við bara förum yfir að ganni Leiknis fyrst í fyrstu deildinni, í annarri deildinni, þá í fyrstu umferð gera þær 2-2 jafntefli við Vestra. Síðan er tap í Darby í slagnum í Fjarðabyggð, 1-0 fyrir Fjarðabyggð en síðan vinna þeir Huginn 2-0, tapa síðan fyrir Gróttu 0-3 og síðan fyrir Þróttivogum 3-1 í síðustu umferð. En þeir eru vissulega búin að mæta með sterkari liðum deildarinnar, þannig að það spila náttúrulega líka inn í Gróttu og Fjarðabyggð og Þróttivogum sem eru mjög sterkir. Já. Káramenn hins vegar byrjuðu herfilega hér, eða það áttu allavega mjög slæm úrslit í fyrsta leik sem var hérna í beinni hjá okkur 5-1 tap fyrir Fjarðabyggð, en síðan þá hafa þeir unnið 4 leiki í röð. Unnu Huginn 3-1, unnu Gróttu 1-0, unnu Þróttvogum 2-0 og síðan hérna í beinni útsendingu hjá okkur í 5. umferðinni Tindastól 5-2. Já, svona mörguleita einkennilegur leikur. Já, þetta var fyrsti leikur í deild eftir frábæran bikarleik gegn Víkingi Reykjavík 3 dögum áður og það var skrítinn leikur og þegar maður var að tala við strákana eftir og þá gat maður eiginlega ekki sagt góðu leikur, maður gat sagt góð úrslit. Já, algjörlega. Úrslitin segja líka kannski ekki alla söguna, en þeir áttu reynda mjög flotta. Það virtist nú bara vera þannig að Kári var nú bara í mikið betra form heldur Tindastólsmenn. Þeir virtist nú bara vera búnir á því þegar mörkin voru sína að leika inn. Það var eitthvað svona þunglamalegt víti sem Tindastól fekk dæmt á sig, það sem bara eins og varnarmaður þetta var síðasta sem hann hefði getað gert inn á vellinum. Tindastólsliðin náttúrulega gengið agalega að halda hreinu. Unnu sem fyrsta leik í gær. Þeir gerðu það. Já. Og en fram að því hafðu þeir verið mjög iðnir við kolana að fá á sig mörk. En ég ætlum að renna við byrjunliðinu og kannski benda á það að við erum búnir að setja myndir af liðsuppstillingum hérna í dag á Twitter og Facebook. Þannig að það er hægt að verða þetta fyrir sig þar, en ef við byrjum á Káraliðinu þá er í markinu númer 1 Gunnar Bragi Jónasson. Í 4 manna varnarlínu er Brynjar Snær Pálsson, í vinstri bakvörði Birgir Steinn Ellingsen, kemur inn í liðið Sindri Snæfells Kristinsson og Arnar Freyr Sigurðsson í hægri bakvörðinum. Birgir Steinn kemur inn fyrir Sverri, eða ekki? Sverri Marjó sem er á bekknum. Nei, hann kemur inn fyrir Sindra. Sindri kemur inn fyrir Sverri. Já, svoleiðis. Já, alveg rétt. Páll Sindri Einarsson og Guðlaugur Þór fyrirliði eru á miðjunni og fyrir framan þá 3 manna línu Kristófer Daði Garðarsson, Marin og Hilmar Ásgeirsson og Ragnar Már Lárusson og fremstur Andri Júlíusson. Á bekknum hjá Kára í dag eru Andri Þór Þórunarsson nr. 12 varamarkmaður, aðrir eru Sverrir Mar Smárásson. Hákon Ingi Einarsson kemur inn í fyrsta skipti í ár eftir löngu og erfið meiðsl. Já, og það er bara rosalega jákvætt fyrir Kára, hann er mjög öflugur leikmaður. Já, og svo skilst mér að það sé stutt í Árna Þór líka, sem er búinn að vera meiddur, eins og Jón Vilhelm Ákason sem á við smávægileg meiðsli að stríða í kálfa og samkvæmt átti smá spjall við Lúðvík Gunnarsson þjálfara áðan og það er í rauninni þetta ekkert alvarlegt, þeir eru bara hlífa honum tíma til þess að jafna sig almennilega. Já, þegar menn eru komnir að þennan aldur þá... Akkurat.
og aðrir síðan Gylfi Brynjar Stefánsson, Róbert Ísak Erlingsson, Guðfinnur Þór Leósson og Helgi Jónsson á bekknum. Helgi búinn að vera í hóp áður? Nei, hann að koma inn núna í fyrsta skipti. Hann að koma heim bara frá Bandaríkjunum, ekki alls fyrir löngu, eins og Kristófer. Já, ég fekk einmitt... Þetta stækkar hópinn. Ja, mjög svo, og þarna líka út Eggert Kári Karlsson sem hefur ekki verið í leikmannahópnum undanfarið og hann hefur verið erlendis, þannig að það skýrir hans fjarveru. En Leiknis liðið í dag þannig skipað að í markinu Robert Winogrodski, í 4 manna varnarlínu, í vinstri bakverði Guðmundur Arnar Hjálmarsson, hafsendarnir Yngvi Ingólfsson, Jesus Guerrero Suárez og hægri bakverður Ásgeir Páll Magnússon. Fyrir framan vörnina Arkadius Jan Greselak, fyrirliði, og Unnar Ari Hansson, Dagur Ingi Valsson, Póvilas Krasnovskis og Sæþór Ívan Viðarsson, 17 ára strákur hann verður 17 ára í október sá. Þeir eru fyrir framan, þetta sama kerfi og Káraliðið stillir upp og fremstur upp á topp Almar Daði Jónsson. Almar þessi jafnar í dag Björgvin Stefán Pétursson sem í öðru sæti yfir leikjahæstu menn Leiknis frá upphafi. Já, Almar hefur verið leikmaður í þessu liði mjög lengi. Já, hann að spila sín... Nei, nákvæmlega, hann að spila sín 225. leik í dag. Hann einnig næst markahæstur í sögu Leiknis með 82 mörk. Það bara Vilberg Marino Jónasson, markamaskína sem hefur skorað fleiri mörk. Á bekknum hjá hann þunnskipaði bekkurinn hjá Leiknismönnum í dag. Ég ætla kannski að koma inn á það að Carlos Rodríguez fekk rautt spjald hjá Leikni í síðasta leik og ekki með svona leikmaður sem var talinn allavega fyrir tímabili. Hann kom held ég fyrir þetta tímabil. Já, algjör lykilleikmaður. Já, þannig að það veikir liðið aðeins. Já. Á bekknum hjá Leiknismönnum í dag Bergsveinn Ás Hafliðarsson varamarkmaður og Hlynur Bjarnason, Hilmar Freyr Bjartósson, Atli Dagur Ásmundsson og Darius Jankauskas sem nú markahæstur Leiknismanna á þessu tímabili, Darius með 2 mörk. Þjálfari Leiknis Viðar Jónsson og þess mátti gaman sketa að Viðar þessi lék á sínum tíma 136 leiki með Leikni. Já. Og búinn að vera hérna lengi en leikjahæstur hjá Leikni Óðinn Ómarsson, markvörður sem skoraði einnig á ferlinum 3 mörk. Já. Þetta eru skemmtilegar upplýsingar sem hægt að grafa upp á ksi.is. En Darius líka, þú nefnir hann sem markaðustur, ég er svona býst við því, ég nú ekki síðan spila sjálfur en hann sé ágætis leikmaður sem hann spilaði á hann kominga var hann samningsmyndir liði í efstu deild Litáen sem hlýtur nú að vera einhvað. Það einhver gæðastimpill, vissulega. Það nú svo sem kannski ég víst að við erum að nefna þessar staðreyndir Leikni, að þá að gera það líka fyrir Kára. Af þeim leikmönnum sem eru leikmenn Kára í dag Marino Hilmar leikjahæstur með 102 leiki, en hann í 4. sæti í sögunni og eftir þeim Almari Viðarsinni og Eyþór Óla Frímannsinni og Svenna formanni, Svenna Hlöða. Sveinbjörn Geir Hlöðversson sem einnig markahæstur í sögu Kára með 65 mörk, en Marino einnig, hann næst markahæsti maðurinn hjá Kára með 41, en á þessu ári Páll Sindri með flest mörk hjá Kára, 4 stykki og 3 af þeim í einum og saman leiknum. Og Andri Júlíusson með 3 í sama leiknum líka. Þeir eru 2 þrennumenn. Það en þessar aðstæður, hér eru bæði lið í svona aðstæðum sem þið kannast vel við, því Leiknir Fáskrúðsfirði spilar í höllinu Reyðarfirði sem bara sama tekník, sem bara nákvæmlega sami fyrirtæki og allt sem byggði þá höll, sko, þannig að aðstæður ætti ekki koma neinum óvart hér í dag. Já, en þessi lið hafa einungis 2 sinnum mæst áður og það var 2013 í 3. deildinni, minni með að hafi verið. Já, það var 3. deildin. Og þá var Ísudin Daði Dervits þjálfari Leiknismanna og leikirnir fóru þá 5-0 fyrir austan og 9-1 á Akranesi. Kári fjall þetta ár og árið eftir hefst síðan þetta samstarf og það bara verið upp á því síðan. Þetta 2013 tímabil var erfitt, það gekk ekki vel hjá Káramönnum þá.
Já, það var leikið, það eru 2 leikir í annari deildinni í dag, það er þessi hér og svo síðan klukkan 5 fyrir austan Huginn gegn Aftureldingu. Nei, já, fyrirgefðu. Já, ég ætlaði bara að spyrja, hérna er ekki rétt hjá mér að þeir komast sem sagt í annað sæti Káramennið þeir vinna hér í dag? Jú, það er nefnilega urðu tiltölulega svona, ég myndi segja óvænt úrsliti í deildinni í gær, þar sem að, já, ég veit ekki svo sem, en það var hörkuleikur hérna Grótta Völsungur. Grótta sigraði þann leik 2-1 og eins og komst inn á hann, Tindastóll vann Vestra 2-0 í gær og Fjarðabyggð sigraði Víði Garði 1-0, Þróttur Vogum með stór sigur gegn Hetti 5-2 og það þýðir að Þróttur Vogum eru núna efstir með 15 stig. Afturelding sem er núna að spila í dag, þeir eru með 13 og geta komist á toppinn með sigri í þeim leik. Já. En ég leikti góða. Völsungur er einnig með 13 stig en Kári með 12 í 4. seti geta eins og segir jafnað við Þróttvogum í 15 stigunum. Geta aldrei komist yfir þá, Nei. Markatala Þróttar munar 8 mörkum og En talandi markatölur hérna, það var hérna náttúrulega þetta Leiknislið sem er núna að koma úr innkassodeildinni fyrir að fjall átti náttúrulega eitt rosalegasta tímabil Íslands sögunar árið 2016 þegar þeir héldu sér uppi á markatölu síðasti leikum mótsins á móti HK, Jóakalla og félögum unnu leikinn 7-1 á móti þurfti Huginn að tapa, þeir töpuðu 4-1 og það var 1 mark sem valdi þess að þeir unnu leikinn, þeir unnu 7-2 ekki 7-1 á móti HK. Þetta var eitthvað rosalegasta sem ég man eftir í efstu 2 deildum Íslands. Já, þetta er efni í Hollywood kvikmynd í rauninni og hérna já, hreinlega bara ótrúlegt að ég get rétt ímyndað með hvernig hefur verið að upplifa þetta sem Þetta er líka svo, sko, ég hef verið mjög hrifinn af Leikni Fáskrúðsfirði síðustu ár og mér finnst svona, okkur Íslendingum leiðist ekki að tala um höfðatöluna. Þá myndi ég segja að Leikni Fáskrúðsfirði sem hafi á síðustu 5 árum verið besta knattspyrnulið á Íslandi með höfðatölu. Út af því að þetta er ekki, og menn geta núna, en hvað með Magna Greinvík í fyrstu deildinu og eitthvað svona. Magni Greinvík er að spila á held í einum leikmanni sem er frá Greinvík. Fáskrúðsfjörður á 2016 þau héldu sér til dæmis upp í innkastdeildinni og hryggjast ekki í liðinu og allir bestu leikmennirnir voru frá Fáskrúðsfirði. Ekki úr Fjarðabyggð heldur Fáskrúðsfirðingar. Já, nákvæmlega. Uppaldir Fáskrúðsfirðingar. Og fyrir þetta tímabili er náttúrulega veiktust töluvert út af því að það voru uppaldnir strákar eins og Björgvin Stefán Pétursson sem var fyrirliði, mjög öflugur strákur sem spilaði fyrir IR-inga á móti IA fyrir helgi. Hann fór í IR. Kristófur Páll Viðarsson sem er Selfoss og svona strákur sem er virkilega góður og svona meðsli sem hefur hrjáðan sem hefur kannski hindrað hann að jafnvel komist lengra en hann hefur komist og Víkingur Reykjavík fengi hann til sínum tíma síðan Valdimar Ingi sem er 97 mótil sem fór í Víkingur Reykjavík. Þetta er allt strákur frá Fáskrúðsfirði og þetta er eiginlega bara stór magna og fyrirliðin hér í dag er kannski ágætt að taka fram númer 7 að hérna út af því að það er erlend nöfn inn að þetta er strákur frá Fáskrúðsfirði. Þannig að og Almar Daði er heimamaður, Sæþór Ívan er einnig bróðir Kristófer Páls. Þannig að þetta og megnið af strákunum hér í dag eru líka frá Fáskrúðsfirði. Þannig að þetta er hálf magnað sko, hvað þeir hafa alið upp á leikmönnum í ekki stærra bæjarfélagi en hvað 750 manns. Það er í rauninni alveg ótrúlegt og hérna og virkilega virðingavert og eins líka með lið á þessu eins og segir með þetta kaliber að lið að þau eru að ná sér upp í eins og segir upp í innkassadeild en að gera það þannig ég hef heyrt marga segja en þetta er ekkert nema útlendingar en það er bara ekki alveg rétt. Útlendingarnir sem eru fengnir, þeir eru smíðaðir í kringum kjarnana heimamönnum en ekki öfugt. Þetta sjáum þetta að menninni sem hafa notið sem best í þessu liðum og hafa vakið mest athygli eins og Björgvin Stefán og Kristófer Páll eru strákarnir sem eru, ég man ekki eftir því að menn hafi mikið verið að tala um einhvern útlending sem hefur verið yfirbúið bestu leikmaðurinn eða einhvað útlendingarlópa sem þau dotti í. Þeir hafa fyllt upp í rauninni gloppurnar sem að kannski einmitt helgast af fámenninu, já, akkurat. En þetta er allt saman að bresta á
Ég ætla líka að taka fram að ég sko sérstaklega ég fekk aðeins að kynnast honum 2016 á smá tenging við þetta lið 2016 ég fekk að fylgjast með og passjónið hjá bæjarfélaginu og þessu liði var sko svo virðingavert að það var sko þetta eru menn sem hefðu dáið fyrir klúbbinn. Já, alveg hreint. Ég hef nú ákveðna tengingu við þennan klúbb líka. Ég lék eitt tímabil með Leikni Fáskrúðsfirði. Það var tímabilið 2000 og Fáskrúðsfirðingum er ekki saman fótboltan sinni, ég get alveg sagt þér það. En þetta er komið á stað og hér koma Káramenn, Kristófer reynir að finna Marinn og gengur ekki. Dómar í dag Gunnar Freyr Róbertsson, aðstoðardómar Óli Njáll Ingólfsson og Eysteinn Hrafnkelsson og eftirlitsmaður KSÍ er Eiríkur Helgason. Með okkur byrni í þessari útsendingu eru Valgeir Sigurðsson sem stjórnar myndavélinni og Arnar Óðinn Arnþórsson stjórnar útsendingu. Sindri missir hann svolítið frá sér hérna. Enda nú reddast allt saman. Já. Þannig kannski, ef við talum fyrir leikmenn Leiknir Fáskrúðsfjarðar, þá nú ekki, það er hægt að segja það, er ekki langt síðan Kjartan Atli Kjartansson, körfuboltamaður og útvarpsmaður, spilaði fyrir Leikni, ég held að sé nú bara einhver 6-7 ár. Já, það er búið að vera mikið af fótbolta á Akranesi þessa helgina. Norðurhólsmótinu lauk stuttu fyrir leik, en hér koma Leiknismenn. Póvilas reynir að finna Sæþór, gengur ekki. Jesús. Birgisteinn til varnar, Andri Júliusson setur pressuna þarna, missir hann út fyrir. Bæði liðið virðast alltaf koma vel gírið inn annan leik. Já, ég átti spjall við Viðar þjálfari. Sæþór gerir hérna vel í að vinna boltanum. Páli Sindra leggur á stað. Sprækur strákur, reynir að koma sér í fyrirgefstöðu en Birgisteinn setur hann í horn. Eins og ég sagði að Sæþór ívan þessi 17 ára í október. Þannig að það er annað sem að hefur þessi strákar sem varst að tala áðan, Björgvin, Almar, þessi strákar voru byrjar að spila með meistaraflokki mjög ungir og það heldur áfram. Já. Og ég er ekki frá því, ég veit nú ekki hvort að Sæþór fekk mínútur í inkassodeildinni í fyrra en hér er strax færi. Sæþór, hann er bara 17 ára eða eitthvað svoleiðis? Já, hann verður 17 ára í október. Já, akkurat, það eru strákar þarna inn á sem, ungir strákar líka sem eru að stíga sem fyrstu skref, sko. Já, og Sæþór er nú sonur þjálfarans Viðars Jónssonar. Vel gert hjá Marinn og þarna. Já, frábær sending, Kristófer kominn upp í vinstra hornið. Kristófer er búinn að vera mjög sprækur. Hann er búinn að koma mjög vel inn í þetta lið. Þetta er Páll. Kemur inn á sem varamaður, var það ekki í Víkingsleiknum og er í rauninni búinn að vera í byrjunarliðinu síðan. Jú, það er rétt. Átti mjög góða innkomu þar. Arnar skallar hættulega tilbaka en Gunni er vakandi. Alma Daði var hérna alveg klár. Já. Ég er ekki frá því að hann Almar hafi nú verið einmitt í liði Leiknis árið 2000. Jón Hauksson, pabbi Almars, var þá svona á síðustu metrunum í boltanum. Já. Ég man það þegar ég er að alast upp austur á Héraði og Höttur var nú alltaf með besta liðið í þessum þriðjudeildarriðli eða fjóradeildarriðli, ég man ekki hvort það var nú á sínum tíma. Þá var Leiknir alltaf lið sem þeir áttu í erfiðleikum með, alltaf. Sama hvernig, þetta var svona eins og Liverpool og Manchester, það skiptir ekki máli hvernig staðan er í deildinni, það var, þú gast aldrei spáð fyrir þennan leik, það var eitthvað sem að Leiknismennir höfðu sem að var erfitt fyrir Héraðsbúana. Herri, hérna eru þeir að komast í ágæti svæði hérna, virkilega vel gert og þetta er frábært mark! Dagur Ingi Valsson
eftir tæpar 5 mínútur. Hann fekk þarna að rása eins og hann vildi upp völlin, tók þarna létt skæri, sett hann yfir að hægri og bara þrumufleygur. Já, þetta var bara virkilega gert, en vörnin bakkaði bara frá honum og gaf honum þessa flugbraut. Ég ekki viss að Lúlli sé ánægður með þessa varnarvinnu. Nei, það ekki, hann fekk það svæði sem hann vildi í raun og veru þarna. En virkilega gott skot, Gunnar var víðsfjarri, átti ekki möguleika. 1-0 fyrir Leikni og við bendum nú á það að innan skams ætti einmitt myndbrot með þessu marki og mörkunum sem koma hérna í dag að koma inn á Twitter hjá okkur ef við fylgjast með okkur þar IA_sjónvarp. Andri situr hérna pressu á markmanninn. Ragnar Már reynir bara skot, markmannur ekki í markinu, þannig að þetta er nú ekki alveg vitlaust. Nei, ágætis hugmynd. Já, þetta er nú ekkert ósvipað og fyrri aust. Já, Káramenn alltaf voru lentu undir á móti Tindastóli, er ekki rétt munið hjá mér? Jú. Þeir eru svona seinir í gang hér, Guðmundur. Og það er greiðalegu karakter í þessu Káraliði sinni, þeir hafa verið sýnt á ótal sinnum, þannig að lenda undir er einhvern veginn engin endalók sko. Nei. Kemur Arnar með innkasti, finnur Andra, hann reynir að leggja hann á Marino, gengur ekki, Arkadiusz og Sindri kemur boltanum á Andra. Ragnar, mikil baráttu í leiknisliðinu. Ég veit að það var svolítið uppleggið eftir leikina móti Þrótti Vogum þar sem að þeir þóttu flatir. Þetta er brotið á Marino, þetta er rétt. Það er, ég var að kalla hann Jan Arkadiusz, það er svona, hann heitir Arkadiusz Jan. Það er nafn að bera fram, Jan. En ég veit að hann Viðar þjálfari kvartaði undan því í síðasta leik gegn Þrótti Vogum þar sem töpuð 3-1 að fannst þeir andlausir og daufir og þar að leiðandi gekk leikjaplanið illa upp sem að einmitt gerði ráð fyrir pressu, en hér kemur aukaspyrnan frá Páli og Andri í baráttunni. Boltinn fellur hérna fyrir Marino en Sæþór kemur með hann út úr vörninni. Það sækja hratt en Póvila sé með sendinguna á Sæþór. Frábær sprettur en Guðlaugur er mættur, en Sæþór nær að koma þessi innkast. Svaka sprettur hana. Ég get tekið undir með Viðari, ég held að þetta var fyrsta bein útsending Leiknis. Þeir sýndu leikinn beint á netinu og ég sá hana gjallan, en það er alveg rétt sko, þeir voru aldrei líklegir í þeim leik. Nei. Ásgeir með innkasti hérna, fann Póvilas en boltinn út af og Brynjar tekur innkastið, finnur ekki samherja. Sæþór í baráttunni og Almar finnur Sæþór reynir að leggja hann út, Sindri er fyrir. Ragnar Már fær hann hérna úti að hægra megin, fín pressa hérna hjá Guðmundi og Dagur Ingi, frábærlega gert hjá honum, hann vinnur hornspyrnu. Þeir eru sprækir Fáskursfinningar. Virkilega, þeir hafa verið flottir hérna og eru mjög beinskipti fram á við. Já. Ég myndi nú nefna hérna, þeir eru með þessu fyrstu beinu útsendingu hérna, þá var hérna myndatökumaður sem stjórnaði útsendingunni hérna, hann var svolítið andtekkilegur, hann plataði hérna einn áhorfandan til þess að fara að tala svona skemmtanalífið og hún stóð beint fyrir fram á myndavélina og hann sagði henni ekki fyrir kemur hornspyrnan og Sindri skallar þetta frá Marino nær honum en missir hann aftur. Guðmundur finnur, það er Jesus Guerrero, svo kemur hérna önnur fyrirgjöfin, Póvilas
næra að skalla þetta einn ofan að slána aftur fyrir. Já. Það ekki annað að segja en að fólksfyrningar hafi verið sterkari hérna fyrstu 10 mínúturnar. Já, þeir koma bara Káramönnum held ég algjörlega í opna skjöldu. Já. En hérna sending beint. Guðlaugur finnur Pál Sindra. Þá Kristófer úti vinstra megin. Brynjar kemur utan á hann leitar inn á völlinn. Skiptir yfir á Ragnar Má. Ragnar Már kemur síðan með fyrirgjöfun og þar Andri, þetta yfir hann. Brynjar mættur þar. Finnur að koma honum fyrir en fín varnarvinna þarna hjá Ásgeiri Páli. Skýluboltanum aftur fyrir. Birkir skallar þetta fram á Guðlaugur á Brynjar. Brynjar á Kristófer sem að snýr og leggur af stað. Fín varnarvinna þarna. Aftur hjá Ásgeiri Páli. Jesus Guerrero tekur þessa aukaspyrnu í áttina að Almari sem að fer hérna undir Birgi en dómarinn ákveður að láta leikinn halda áfram að Gunnar komið með hann í hendurnar og kastar hann bara hérna út á Sindra. Þeir pressa nokkuð hátt á vellinum leiknismenn. Þeir gera það. Guðlaugur á Marino leysa þetta ágætlega. Marino á Andra, Guðlaugur fær hann. Rosaleg pressa hérna. Já. Nú falla þær aðeins tilbaka Guðlaugur með skiptingu upp í vinstra hornið. Kristófer nær þessu. Já. Kemur með hann fyrir en enn einu sinni Ásgeir Páll fyrir. Nú Póvilas Krasnovskis, hann út á Sæþór Ívan. Sæþór inn á Unnar. Unnar skiptir þessu, þetta vel spilað hjá leiknismönnum. Guðmundur kemur hérna óáreittur. Herði, hérna var svolítið plás. Þeir fá mikinn tíma en Káramenn ná að þetta gera kannski full mikið. Guðmundur tilbaka á Póvilas. Þeir voru þarna komnir í ágæti stöðu í bara fyrirgefa stöðu en ákveða að reyna eitthvað svona. Þetta Káramenn þurfa nú einhvað að laga þann tíma sem menn fá að athafna sig bæði fyrir framann og hér á köntunum. Já. Og það Káramenn fá aftur á móti síðan ekki að þetta brot. Þetta vel gert í Arkadíusi. Já, en Káramenn fá ekki einu svona tíma til þess að hugsa hvað þetta gera með boltan. Nei, það verðist vera að gameplanið sé að virka vel hérna til að byrja með. Já, með þessi skipulagi vera leiknismönnum. Já. Og þeir Það Dagur Ingi markaskorarinn sem að kemur með þetta inn á nærstöngina. Pavel ná Káramenn að reynsa þetta. Það svona ákveðið óðagott á Káramönnum hérna í byrjun. Brynjar, Andri. Þetta er fínt. Geta svo trætt en fín vörn hérna. Unnar Ari nær boltanum. Snýr. Guðmundur skiptir hérna yfir á Ásgeir Pál. Sæþór, frábærlega gert hjá Sæþóri, nær ekki til boltan. Birgisteinn vakandi hérna. Þeir fá lítinn tíma til að athafna sig Káramenn. Já, Þeir verða taka pressu og falla svo. Já, það er rétt, það ætlaði að mynda að koma inn á það. Þeir verðast hérna taka út pressuna fyrst eftir að
fá boltan og eru þarna í... Takk, já. Við þökkum henni Jóhannu Hauksdóttur að hjálpa okkur Arkadíu sem kallar Arek. Við skulum bara halda okkur við það. Takk hérlega fyrir það. Það er gaman að sjá að gagnvirknin er að virka. Já. Og að sjálfsögðu hvetjum við áhorfendur til þess að taka þátt í umræðinni. Ragnar nær að halda sér ná. Og það er hornspyrna. En já, það sem ég ætlaði að segja hérna, þeir fyrst eftir að þegar Káramenn eru með boltan í öftustu línu þá virðast reynismenn leggja allt kapp á að pressa. Já. En síðan þegar þeir fara að nálgast miðjuna þá falla reynismenn tilbaka. Einmitt. Kemur hornspyrnan, þetta er skalla frá Almar, gerir það, Brynjar skiptir hérna yfir, nú geta þær sótt hratt eða hvað, Póvilas fram á Sæþór Ívan, Guðlaugur er með honum, Sæþór vinnur skallan hérna, Ingi með stungusendingu, þar er komið Guðmundur Arnar, en nei, þetta er of langt. Þetta er of langt, en það er hornspyrna enga síður. Já, það voru svona fleiri heldur en Jóhanna, Stefáni Óskarsdóttir, við þökkum þér líka fyrir sömu ábendingu með nafnið á Arek. Þetta er skemmtilegt. Kemur hornspyrnan og Jesus var hérna í baráttunni, Káramenn á að koma þessu frá og aftur. Jesus, nei, þetta er Arek sem að vinnur boltan, Marino. Hér geta Káramenn sótt hratt, Ragnar Már kemur með hann aðeins og snemma og vinnalega beint í hendunar á Róbert. Nú er hérna Póvilas til vinstra megin, Marino eldir hann og hann heldur áfram. En Marino nær að vinna innkast, þetta er vel gert til Marino. Virkilega vel gert. 17 mínútur liðnar. Já, Káramenn vinna hérna boltan og þeir sækja á krafti. Andri tekur við með 2 með sér vinstra megin. Og þetta er frábær sending. Frábærlega gert og hann missir boltan þarna aðeins frá síðan Ragnar. Hann var komin í frábært færi. Já. Það var svona eins og hann ætlaði að taka skotið en ákveð í hreyfingunni að gefa sendingu einhvern veginn. Já, þetta er illa farið með gott færi. Hann náði einhvern veginn ekki valdi að gera upp í sig hvað hann ætlaði að gera. Já, þetta var svona eins og þetta var einhver ákvörðunartaka sem þetta strandaði á og úr varði einhvers konar skrítið. Já, það var bara sennilega bara ofhugsað þetta. Já. En Sæþór Ívan. Þetta var frábær sending á Andra og gott hlaup hjá Ragga. Mjög svo. Já, Birgir skallar þetta frá, finnur Marino, Hanna Pál Sindra aftur á Marino. Hérna er það aftur. Sæþór vinnur vel tilbaka og þetta er bara gult spjald eða ekki? Alveg klárt mál. Já, Sæþór Ívan hlýtur að fá gult spjald hérna. Hugsaði ekki neitt annað hérna heldur en að stöðva Marino hérna. Þreyttur eftir þennan spreðdrengurinn. Já, kannski skynsemi hjá honum að gera þetta. Káramennum voru að komast svona í frekar hættulegt færi og þetta er eiginlega hættulegt sóknir Káramanna koma eiginlega eftir först leikadri á leikni. Þeir missa, boltinn hrekkur alltaf mjög fljótlega út í teg og þeir fara að sækja hratt. Já, þeir fara fram með tölvöld mikið af mönnum. Hér kemur aukaspyrnan og Birgir, neini, hann er ekki að skalla markið. Skallar þetta reynilega bara frá. Arek vinnur innkast. Svakalega stóran Birgir. Já, hann var nú alveg með frían skalla þarna. Já, þannig að hann gera betur. Stýra þessu á markið.
Kristófer Palli, Sindri eru aðeins að ná áttum Káramenn núna, Sindri liftir hérna sjáum þá mikið nota þessar skásendingar upp í hornin virka vel, Páll missir hann frá sér og Leiknismenn reynsa þetta upp í loft og það innkast eftir bókinni já þeir vilja taka það vinstra megin Vistist þið vilja taka þess að hægra megin? Já, ætli sé einhver regla með þetta? Er það eitthvað svona eftir skiptingu þetta fyrir miðuna? Ég átti mikið Fín barátta hérna, Almar missir hann út fyrir Almar það er stór og stæðilegur strákur Marino skallar þetta fram á við Guðlaugur vinnur hann hérna Finnur, Marino, missir hann frá sér Já Káramenn hafa nú Palli missir hann hérna frá sér Birgir vakandi en slæm sending hjá honum þá koma Leiknismenn Unnarari stingur upp í hornið á Inga en Gunni kemur út úr markinu og losar þetta frá Arnar var nú vel vakandi þarna þá róa Leiknismennin aðeins niður bæði liðið verið að svona Jesus spila upp á skyndisóknir sko það er svolítið þær sem hafa verið mest hætt að skapast þó svo að Leiknismenn hafa nú ekki beint skorað úr skyndisókn Nei, það er reyndar alveg hárrétt Páll Sindri er að komast í skotfæri eða hvað lætur vaða, Andri var hérna fyrir aftan klár í slaginn Leiknismenn ná að koma sér frá Póvilas á Daginga það er miskilningur hérna hjá honum Almari Arnar á Ragnar og Páll Sindri skipta þér yfir Birgir á Brynjar Páll Sindri fær hann síðan aftur þeir að ná að halda boltanum lítið betur núna Káramenn og þrýsta Leiknisliðinu niður Já, þeir hafa verið að spila mikið betur núna enn í upphafi leiks Ragnar kemur með fyrirgjöfina þeir ná að skalla þetta frá Brynjar þeir komast í boltan Póvilas núna vantar mennina frammi þeir eru með 9 menn fyrir aftan boltan Almar er einn hérna á miðunni og allir aðrir fyrir aftan bolta fínt hlaup hérna á Brynjari en góð varnarvinna einu sinni en já Áskeri Káramenn hafa kannski ekki verið að spila eitthvað betur en þeir hafa komist betur í takt við leikin Já 22 mínútur liðnar, það er mark Dags Inga Valssonar á 50 mínútur sem að skilur liðin að. Hér er hornspyrna Kristófer sem að tekur og nú eru bara hreinlega allir Leiknismenn komnir inn í sin eigin teig að verjast þessu. Þetta kemur inn að markinu, Róbert missir hann niður en nær aftur valda á honum. Dagur Ingi kom frá Stjörnunni, ungu leikmaður, hann er ekki oft sem að sér að ungi leikmenn í borginni sé að fara svo langt til þess að spila í, en ég þekki ekki kannski á, er þetta einhver fjölskyldu? Ég er ekki bara með það á hreinu sko. Nei. En þeim hefur gengið þokkalega að fá lánsmenn undanfarin ár. Voru með fyrir nokkrum árum einhverja 1 eða 2 eða fleiri úr Haugum og svo náttúrulega hefur Kristoffer Páll Viðarsson verið þar á lánssamningi undanfarin ár, eða var það? Já, rétt. En skipting hérna yfir nú pressar nei, vel gert hjá Jesus tilbaka á Róbert. Ég held hreinlega samt sko að Dagur hafi skipt bara ekki einu sinni lánssamning. Nei, það var það svoleiðis. Við minnir það, en ég er samt alltaf ekki fullir það. Nei. Já, við erum að fá upplýsingur Dagur Ingi er uppalinn hjá Leikni, þannig að augljóslega er einhver tenging. Það er klárlega einhver tenging þar. Þökkum kærlega fyrir svona skilaboð, þeir eru vel þegin. Því að sannleikurinn mun. Ég er líka bara að rugla, það er Atli Dagur, það er ekki Dagur, ég er að rugla á nöfnum hana. Atli Dagur er ekki Dagur Ingi. Já, einmitt. Sem er einmitt á bekknum hér í dag. Já.
Sindri kemur með boltan út á vörninni, skiptir síðan, en nei, þetta er ekki nákvæm sending og Róbert Vinogrodski tekur hann auðvitað. Arek út á Jesus. Aftur á Arek. Tilbaka á Ingva. Róbert kemur síðan með langan bolta hérna, en það er beint á Birgir Stein sem að skallar hann fram á við. Marino nær að taka niður. Kemur tilbaka, finnur Sindra, Arnar laus hérna hægra megin. Finnur hann, Andri og Ragnar upp að endamörkum, nær hann að halda sinna, já, kemur honum fyrir, en þarna vantaði mann á fjárstengina. Jesus gerir vel í að bera þetta hérna út úr vörninni. Gunnar Ari býður sig, fær hann Guðmundur, kemur hérna upp, nú skapast hætta hérna, Guðmundur komið nálægt teignum. Dagur Ingi. Og Guðmundur inn á Povilas sem að skýtur hérna í belgin á Sindra. En þarna var aftur að gerast, fannst mér, að menn fengur svolítið mikið svæði. Já, fengur bara svæði til að hlaupa með boltan. Til þess að koma sér í góða stöðu. Já. Og þetta er róast leiknismönnum, liggur ekkert á núna. Róbert neglir þessu upp í loft. Brynjar kastar þessu inn á Marino. Hann pressaði tilbaka, Páll Guðlaugur Þór tilbaka á Birgir Stein. Þegar skiptir yfir á Sindra. Almar pressar á hann. Finnur hérna Ragnar Má. Arnar Guðlaugur fær hann. Ágætlega spilað hjá Kára núna. Flott sending! Kristoffer, hann þarf að fara frá markinu. Kemur hann föstum fyrir, en þeir ná að koma að þessu. Var það Yngvi sem var fyrir hérna. Frábær sending á Guðlaugi hérna. Klálega, en það þarf einhver að taka umræðina við Guðlaug í hálfleik og benda hann á að hann í stuttbuxum öfugum. Hvað segirðu? Gulli í stuttbuxunum öfugum. Já, það er rétt. Það er einhver að taka það á sig. Já. Fá þeir gott spjall við dómarann Andri Júliusson og Jesus Guerrero Suárez. En Kristoffer með hotspyrnuna inn á nærsvæði, þeir ná að koma sér frá. Birgir reynir að bakvallspyrnuna inn í aftur. Sæþór hreinsar þetta frá. Brynjar, Margir ennþá inn á teignum. Þetta er hætt. Kristoffer, hann dæmdur rangstæður. Þannig var svona óvinni margar káratreyjur þegar sendingin kom. Já, og mér sýndist þeir að vera allir fyrir innan hreinlega. Já, það geti verið. En sendingin ágætt. En hlaupin komu of snemma. Það er svolítið annað að sjá Káraleiði núna síðustu kannski 10 mínúturnar, verður að segjast. En það er áhyggjuefni að þeir séu svona seinir í gang. Povilas reynir að stinga hérna inn á Sæþór, vilja fá hendi. Já. Brynjar ber boltan upp. Það er Ragnar Már. Marino kemur inn á teiginn. Frábærlega gert. Andri tæklar og nær ekki að koma honum aftur á Marino. En akkur hætt? Já, ok. Það var svona menn hætta þarna þegar boltinn var ennþá inn í teig. Vel gert þarna hjá Ragnari, vinnur vel tilbaka. Ragnar undir pressu frá Sæþóri. Sæþór vinnur á honum boltan eitthvað, nei, það er Káramenn eiga innkastið. Hálftími liðinn tæpur.
og það eru Austfirðingar sem að halda forystunni. Stefnir í að þessi önnur deild verði gríðarlega spennandi. Já. Á báðum endum. Hún vill oft verða það sko. Önnur deild, þetta er svo botbaráttan í annarri deild síðustu ár hefur verið bara það mest spennandi í íslenskum fótbolta. Já, það er satt. En það vill reyndar oft verða þannig líka að efstu tvö liðin stingi af sko, en það virðist ekki ætla að gerast í ár. Nei, núna virðist þetta vera alveg 3, 4, já allt upp í 5 lið sem að eru þarna á svipuðum slóðum. Það er svo sem náttúrulega ekki mikið búið á mótinu ennþá, en nei, samt sem aður, þetta er 7. umferð? Já, þetta er 7. umferð. Sindri á Kristófer, aftur tilbaka á Sindra. Sjáum að hérna er hann á að þrýsta leiknisliðinu mjög djúpt. Arnar. Og þetta er hotspinna. Já, ná, hefði með honum að loftbyttana. Káramenn hafa nú oft skorað á föstum leikadröfum. Já. Birgir Steinn fékk frían skalla hérna eftir hotspinnu rétt áðan. Nú er það Brynjar sem tekur hotnið. Meðan inn á Martein Marin og fleitir þessu áfram hérna og skalla frá Páll Sindri með skot langt framjá. Þetta var fín sending á Marinó. Þarna vantaði bara einhvern að ráðast á boltan frá Marinó. Já. Ásgeir reynir að finna Póvila, sýndist mér, en Guðlaugur kemur hérna út með boltan, stingur upp í horni á Kristófer. Yngvi til varnar og kemur þessu út fyrir. Já, ég hef það svona á tilfinninguna að Káramenn séu að ná yfirhöndinu og eigi eftir að skora. Þeir eigi eftir að jafna þennan leik. Það er svona minn feelingur núna. Já, það... Sóknin hefur verið þyngri á mark Leiknis undanfarna mínútur. Það er ekki fengið samt svona hrein dauðafæri. Nema þegar Ragnar komst þarna, en það er svolítið síðan. Jesus í baráttunum við Birgir. Birgir hefur betur en hann er dæmdur brotlegur. Já, ég held að þetta verið rétt. Já. Það voru full miklar hendur þarna í gangi á Birgi. Já, Bóvilasnæður fleitaði þessu áfram. Fín vörn hjá Arnari. Og hann brotið á honum. Páll vill taka þetta hratt, gerir það, kemur hann meður á Brynjar. Hann er með Ragnar Má með sér. Hann leitar inn á völlin, kemur með fyrirgjöfun á fjarstöngina. Róbert er alveg með þetta. Nokkuð öruggur í markinu. Róbert lítur vel út. Já, hann er stór og stæðilegur sko. Hann er að grípa inn í þessa háabolta sem koma þetta innanlega til hans. Páll. Það er engan tíma núna. Birgir tilbaka á Gunnar. Gunnar upp í loft. Já. En þetta er annar pólski markmaður sem við sjáum hérna á Akranesi spila, var líka markmaður Njarðvíkur. Já. Og þeir eru nú helviti öflugir í markinu, og maður séð það oft. En úrvalsdeildin og svona, í Tómas Gudjak og svona. Já, Sæþór með fína hælspyrnu hérna. Herri, þetta er stórhættulegt. En það er bara bomba í Sindra og í horn. Það verður störa vinsælt í dag. Já, búið að negla tvisvar sinnum í hann. En Sæþór gerði þarna virkilega vel og Ásgeir bakvörðurinn komur þarna í skotfæri. Það er Dagur Ingi sem hann tekur hornið, en eins og þú sagðir áðan, þetta, ef að þeir ná að koma þessu frá, þá er þetta
hættulegt. Jesus með skotið en þetta lekur í gegn. Já. Og Gunni nær að verja þetta. En hann gott að slettu henda þessu, en þetta geta endað eins og Karius. Já, en þarna náðu Káramenn ekki að sækja ratið, náðu skot á markið. Þannig að var ekki neinn skyndisókn hjá Káramönnum úr þessu fasta leikadriði. Nei. Sindri út á Arnar. Arnar skiptir yfir á Birgi. Birgir svo með langan hérna yfir á Kristófer. En síðan Nei, engin hendi þarna. Það nú líka gerst hjá leiknismönnum og þeir eru hættir þessari gríðarlega háu pressu sem þeir lögðu upp með í byrjun leiks. Yngvi verst vel hérna, en þeir ná ekki, gengur erfilega núna að halda boltanum þegar þeir ná að komast í hann. Páll með flotta sendingu yfir á Brynjar. Og hann hótar fyrirgjöfinni, kemst fram hjá Sæþóri, kemur svo með fyrirgjöfin á fjárstöngina en hún er óvinnalega. En svona, hvernig leiknismenn hafa spilað leik virðist að hafa verið uppleikið að koma á marki snemma á Kára og ég veit nú ekki hvort þetta segja ætla að reyna að halda fengnum hluti, en það er allavega að þeir hafa verið mikið svona hafa legið tilbaka þegar Kári fær boltan sko. Já, þeir hafa allavega slaka á pressunni, það er náttúrulega ákveðin áhætt að pressa þetta hátt sko. Það er alveg hárrétt. Og þá opnast þeir fyrir aftan og þeir vilja það náttúrulega síður. Kristófer inn á Guðlaug, fínt spil, Kristófer fær hann aftur en hann er rekinn tilbaka, Arek gerir það. Káramenn halda þessu lifandi. Páll Sindri á Birgi, sjáum að báði bakverðir Káramanna komnir hérna framalega. Guðlaug bótar hann tilbaka Birgi. Páll gert hjá honum, frábælega gert hjá honum, hann er ekki dæmt eða hvað? Jú, það er svo dæmt. Hann virtist ekki alltaf að dæma á þetta, ég held að var ég að flauta óbeinu aukaspyrnu á Pál fyrir að setja stól á boltann. Já, þetta var svona, Pál sótti þetta eiginlega út af, ég veit ekki af hverju hvað hann var að dæma, hann dæmdi ekki á fyrrabróti sko. Það var ekkert óðurlegt sem gerist þarna seinna. En þá eru margir Káramenn, en Arek nær að skalla þetta frá. Ragnar tilbaka á Sindra, Sæþór pressar á hann. Þessi er allt og árangur. Þetta er árangur að pressu líka. Já. Erfið sending. Já, það er nú töluvert langt í næstu beinu útsendingu hjá okkur hérna í fótboltanum í sumar. Það er ekki fyrir en laugardaginn 23. júní þegar að Magni frá Grenivík kemur í heimsókn á Akranes völl og spilar þar gegn IA í Inkasso-deild karla. Og svo er spennandi dagur framundan einnig 30. júní þar sem við verðum með svona ofur dag, 2 beinar útsendingar þann daginn. Ég held að ég ætla bara að fullera það að Magni og IA hafa bara aldrei keppt í alvöru leik. Áður? Allan er ekki alvöru leik, ég sé ekki hvað það átti að gerast. Almar kemst í þetta, nær ekki að stýra svo markið. Nei, það er nú svo sem verður forvitnilegt að fara í þá rannsóknarvinnu. Þú veist, þeir eru alltaf verið styrkleika í Lengjubikar og ég veit ekki með byggarkefni, ég man persónulega aldrei eftir. Nei, Andri hér. Herðu, það er glæsilega gert hjá Andra, hann lyftir þessu yfir markið. Þetta er rétt. Þetta gerði Andri allt rétt. Sko. Já, aðeins svo mikill kraftur í skotinu. En hann minnir hann á sig. Þetta var, já. Það náði að stinga sér hann bara á hraðanum inn fyrir og fram fyrir varnarmanninn. Já,
á grasvelli hefði þessi sókn held ég aldrei átt sér stað. Boltinn dó þarna bara fyrir framan Andra. Jesus fram á við en Birgir tekur Povilas þarna í skallanum. 5 mínútur eftir af venjulegum leiktíma en situr við sama borða hérna í 1-0 eftir 5 mínútur leik. Mark Dags Inga. Hér kemur hann einmitt, en þetta Ásgeir kominn inn á speginn. Birgir til varnar en hann vinnur hornspyrnu, frábær sprettur hjá Ásgeiri. Ásgeir Páll búinn að eiga virkilega fína leik. Já. Mjög þétt, sem sagt, góður varnarleikur hjá honum en hann hefur átt fína spretti hérna, komist inn á vítategin í 2 eða 3 gang. Já, og mér finnst, ég veit ekki, ég nú bara að tala út frá tilfinningu núna, ég hef ekki talið þetta, mér finnst hornspyrnur Leiknis vera orðnar furðu margar. Jesus í baráttunni, en hann er dæmdur brotlegur. Það eru tveir Káramenn búin að vera að hita upp núna í nokkar mínútur. Guðfinnur er annar. Sé ekki hver hinn er, slöksendingin. Guðfinnur er náttúrulega búin að eiga flott tímabili fyrir Kára á miðinni. Sæþór finnur Povilas. Povilas gerir vel hérna. Finnur Arek, hann út á Dag. Hann tilbaka á Povilas. Hann finnur Guðmund út í vinstra megin. Fín sókn hérna hjá, flott fyrirgjöf og Almar í baráttunni. Og þetta er hornspyrna. Fínn kafli á leiknismönnum núna. Þetta var flott spil. Það býr hellingur í þessu liði greinilega. Já, og eins og við komum nú inn á að þeir hafa verið að mæta frekar sterkum liðum, þannig að ég allan hef fulla trú að því að Leiknir rífi sig aðeins upp í deildinni sko. Ég allavega er mjög efinsum að þeir verði í einhverju fallbaráttu í þessari deild. Já, það kemur mér mjög óvart þegar það svo væri. Kemur Yngvi hérna í baráttunni og það er boltinn á slána á Guðlaugur. Mér sýndist hann að vera varnarmaður sem að skallaði þennan í slána. Guðmundur kemur hann aftur fyrir. Arnar nær að koma þessu í Arek og út af. Hann var þetta laus en hann endaði í sláni. Já. Ég gæti ekki betur síðan að það hefði bara hreinlega rokkið af varnarmanni. Er bara 1 bolti í gangi? Nei, þeir eru 3. Já, ok. Arek, Jesus skallar þetta fram, Páll Sindri missir hann frá sér. Já, Guðlaugur Þór, þá koma þér hérna 3-3 núna. Ragnar finnur ekki Andra hana. Káramenn hafa ekki náð að nýta sér þessar stöður. Nei. Og það er líka því að þakka að Leiknismenn eru óvenju snöggir. Eru snöggir tilbaka. Og koma gjarnan í veg fyrir það að við náum að gera einhvern mat úr þessu sko. Algjörlega. Brynjar. Kristófer aðeins og seinna inn í tegin. Marino í baráttunni. Povilas skattar til hliðar. Þar kemur Arnar með boltan fyrir. Þetta er hættulegt. Gegnum allt. Ragnar Már í skotfæri. Hann skorar! Frábært! Ragnar Már Lárusson á 44. mínútu. Þrátt fyrir að boltinn hafi einhvern veginn hrokkið í gegnum alla Káramenn, þá endaði hann á Ragnari sem gerði þetta bara snirtilega. Hann er mjög yfirvegaður þegar hann kemst í færi. Já, heldur hann niðri. Þrátt fyrir þetta færi á hann. Já, akkurat. Þegar hann fær færi þá er hann ekkert að hugsa, hann bara lúrar þessa marki og hann heldur þessu niðri 1-1. Ég var einmitt að hugsa þegar ég voru að leggja á staði þessu sókn að Káramenn hljóti að vilja að jafna fyrir hálfleik. Já, ég ætla einmitt líka að fara að segja að allar fyrirgjafir hafa
hafi ekki skilað neinu hjá Kára en þarna var fyrirgefin, hún var samt meðfram jörðinni. Já, býtum við, hér Sæþór Páll að komast í færi, leggur hann yfir á vinstri með skot en það máttlítið Gunni nær að verja þetta auðvitað. En þetta breytir talsveit mikið hálfleiksræðunum hjá báðum þjálfurum. Já. Þeir voru eflaust byrjaðir að undirbúa sig í huganum en þetta breytir leiknum mjög mikið. Marino snýr hérna, Arek dæmdur brotlegur. Veit nú ekki hvað var mikið í þessu. Hvað ætli hafi samt valdið því að Guðlaugur sé hafi farið í stökusinnar öfugt? Að þetta sé eitthvað statement? Gæti að tapa veðmálið eða eitthvað, ég veit það ekki. Þetta er svona repel eitthvað. Og dæmt rángstaða en þeir halda boltanum og koma hérna flegi ferð. Arek. En það ekki bara auglýsingin sem framan á? Jú, allir kannski, allir stuðbuxurnar séu bara ekki rétt merktar sko. Já, það gæti verið. Ef þú skoðar aðrar merkingar, hann með... Já, það er rétt. Hann kannski bara búinn að selja auglýsingu prívat og persónulega. Já, gæti verið. En hér flautað til hálfleiks staðan 1-1. Dagur Ingi Valsson á 50 mínútu kom leikni yfir. En það var Ragnar Már Lárusson sem að jafnaði á 44 mínútu. Gríðarlega mikilvægt fyrir Kára að jafna, að fara inn í hálfleiki með jafntefli. Ekki nokkuð spurning. Og það voru lengi í gang. Mjög. En reyndar verið að gefa... Tóku sérni yfir leikina miklu leiti. Já, algjörlega. Seinni hlutan. En ég var nú svona að gefa leiknismennum það að þeir byrjuðu líka bara að ógna sterkt. Þannig að það var nú líka það, sko. Já, virkilega. En við ætlum að taka okkur hlé eins og leikmenn á meðan þeir drekka teið sitt. Þá ætlum við að fá okkur kaffi. En ekki fara langt því að síðari hálfleikur lofa góðu. Verið sæl í bili.
Já, ég verið velkomin aftur á TV í samstarfi við Omnes og Akranes í Akraneshöll í seinni hálfleik leik Kára og Leiknis frá Fáskrúðsfirði. Fyrri hálfleikurinn, já, skemmtilegur og hress. 1-1. Káramenn jöfnuðu hérna rétt undir lokin eftir að Leiknismenn byrja leikinn mun betur. Og skoruðu verðskuldað í rauninni fyrsta markið. Já, ég held að staðan 1-1 sé bara sanngjarnasta staða sem var hægt að sanngjarnasta útkoma úr þessum fyrri hálfleik. Já, það er alveg rétt og Káramenn byrja með boltan. Engar breytingar á liðunum í hálfleik. Ég vil kalla hana leik ástríðunar. Þetta eru tvö lið sem fara þetta bara á ástríðinu sko. Það er mikil ástríða í þessum liðum. Já, en það er nú vottur á hæfileikum líka. Já, algjörlega, nei, ég taka það út sko, en ég skil hvað þú meina. Ég er að meina sko að þetta er menn sem er mjög andum sinn klúbb. Já, hér kemur löngsending frá Sindra Yngvi, hreinsar þetta frá en beint í Arek sem hann nú að redda þessu en Andri gerir vel. Ragnar missir hann aðeins frá sér, Dagur tilbaka á Guðmund, aftur á Dag en boltinn út fyrir. Káramenn ætla að halda áfram bara eins og þeir luku fyrir hálfleik. Og Leiknismenn virðast ekki ætla að byrja eins og þeir byrjuðu fyrir hálfleik. Nei. Það væri áhugavert að vita hvert uppleggi hefur verið hjá Viðari, hjá Leikni, býtum við Andri, hann er dæmdur rangstað og Ragnar Már. Ég held að þetta sé rétt. Já, en það var augljóst að uppleggið í fyrirleikin var að pressa hátt og skora snemma, leggjast tilbaka. Nú eru þeir afturkonur og byrjunur eitt. Hvað gera þeir? Hvað gera þeir þá? Ætla þeir að þá að reyna að byrja seinni hálfleikinn eins og þeir byrjuðu þann fyrri. Það virðist svona ekki vera. Marino er ekki dæmt hér. Fannst það nú brjóta á Jesus hérna. Já, býtum við. Jú, þeir pressa. Sæþór kemur hérna í pressuna. Stekkur á Birgi hérna. Hann er nú á gulu spjaldi, munum það. Sæþór. Birgi nú sterkur drengur. Við sjáum að Leiknisliðið núna töluvert framar en þeir voru hérna undir lok fyrir hálfleiksins. Það er kannski bara, þeir ætla kannski bara að byrja þetta eins og fyrir hálfleik. Já, það var að virka allavega, en það er spurning hvort þeir ná þá að koma Kára í opna skjöldu eins og gerðu í fyrir hálfleik. Ég er ekki viss um það. Andri kemst í boltann í Sæþór. Finnur Povilas fyrirgefi. Hann út á Ásgeir sem átti virkilega fína leik hérna í fyrir hálfleik en hann missir hann út af eða hvað? Nei. Þetta er eitthvað skrítið þannig að það var kloppaðan Brynjar. Þá vill dómarinn eiga samtal hérna við Sæþór ég er að velta fyrir mig hvort það sé út að það sem gerði Birgi á hann. Það var náttúrulega svolítið fráleitt eitthvað. Kannski að vara hann við. Já, bara passa að sjá þessu kannski. Sæþór fær hann yfir innkastun en Brynjar nær að verjast þessu. Marino. Þá kemur skot rétt yfir frá Unnari Ara. Hann hittar svona agalega vel maður. Þessi var ekki langt frá. Ég held að Gunnar hefði ekki getað gert neitt ef hann verið undir slánið þarna. Ekki neitt held ég. Sindri með langa sendingu, Ragnar Már kominn inn fyrir Guðmund en Guðmundur nær að komast í hann og það er dæmd aukaspyrna. Ég er ekki frá því að þetta sé rétt og hann hafi farið með fótinn í boltan þá var hann með hendurnar á honum. Já. Og aukaspyrna á hættulegum stað. Ragnar og Kristófur hafa svolítið verið að skipta kanta hérna í leiknum. Það er svona allur gangur á því hvor er á kantinum, hægra megin og vinstra megin. Brynjar tekur þessu aukaspyrnu. Kemur fastur bolti, ná að skalla þetta frá en Páll Sindri í henni baráttu við Sæþór hefur betur og Guðlaugur í áttina Marino, Yngvi skallar það frá Páll Sindri
Mikill barningur núna, broti hérna Kristoffer, þetta á stórhættulegum stað. Nú vil ég bara sjá Pál Sindra stilla sig upp. Já, ekki spurning hvort að, nei, Andri er farinn, ég sem að hann hefði langað í þannig líka. Og já, Pál Sindri virðist nú bara taka þetta og þetta er svona staður þar sem, já, þú farið ekki mikið betra færi fyrir aukaspyrnu. Nei, þetta er hérna rétt við débúan. Páll yfir vegginn og þetta er markið! Frábær aukaspyrna, Páll Sindri. Þetta getur hann svo sannarlega. Ekki spurning, algjörlega óverjandi fyrir Róbert í markinu. Nú þurfa leiknismenn væntanlega eitthvað aðeins að endurskoða sinn leik. Þetta er allavega annað markið hans beint úr aukaspyrnu á tímabilinu. Hann skoraði á móti hérna, á Seyðisfirði á móti Huginn. Já. Gerði hann það líka. Og rétt eins og leiknismenn gerir í fyrri hálfleik, þá skora Káramenn eftir 5 mínútna leik hérna í seinni hálfleik. Já. Þannig að þetta snýst við. Þetta er búið að speglast. Já. Þetta heyrði ég, Viðar Jónsson, við verðum að gera þetta 100%. Já. Þá var hann eflaust að kvarta undan svona einhverja hálfkáki í pressunni. Já. Sem að er ekki alveg jafn beitt og hún var hérna í uppháleiks. Ekki í fyrri hálfleik. Það er alveg rétt sko, þetta. Það var einmitt vandamáli sem að honum fannst þeir eiga við að etja gegn Þrótti Vogum í síðustu umferð. Það voru þeir ekki á 100%. Nei, en þetta var 100%. Það gekk allt upp fyrsta korteri hjá Leikni. Dagur í baráttu við Arnar hefur betur og skýlir þessu bara út fyrir. Vel gert hjá honum. Arnar hefur unnið sig inn í liði. Já. Eftir, ég held að hann hefur verið meiddur hérna. Í upphæði tímabils. Það var Óskar úr öðrum flokk sem leysti þessa stöðu. Já. Það búið að vera svona meiðsla. Býtu nú við hvað er hér vitlaust innkast. Löngu búið að flagga það, boltinn kominn víðs fjarri. Já. Jæja. En já, það búið svona meiðslabras á hægri bakverðinu hjá okkur. Já. Átni og Hákonur er báðir að upplagi hægri bakverðinu. Akkurat. Og Arnar getur enda að spila vinstri, hann hjálpaði þessu upp í það ef hann var í yngri flokkum, að hann er eiginlega jafnvígur að báða lappir. Guðmundur á Dag. Það voru leiknismenn að reyna að færa sig hérna upp á skaftið. Guðmundur með fyrirgjöf í Arnar og út fyrir. Dagur nær fyrirgjöfinni hérna, Sæþór er þar og hann nær skattan á markið, vel gert. En Gunnar varði þetta nú nokkuð auðvitað, náði ekki miklum krafti. Hann er nú ekki hár í loftinu en... Nei, og ég hef nú bara að segja það að Sæþór er nú svo leikmann sem er komið mest á óvart hérna í Leiknisliðinu. Mér finnst hann bara nokkuð hefur verið alveg hættulegur í þessu leik og mikill hraði í honum líka. Já. Marino, vel gert hjá honum, Jesus tók hérna sénsinn, mista á honum. Ragnar, en ná að koma þessu frá. Arnar, hirðir upp boltan, kemur honum á Marino. Marino með fyrirgjöfina, Yngvi frá, Páll Sindri með skotið, en það er... Ekki skotað úr aukaspyrnunni. Nei, vel framhjá. Marino hefur ekki verið mikið áberandi í þessum leik. Finnst mér. Það spila þarna í hólunni fyrir aftan
Andra. Guðlaugur Þór tekur hennan Páll á Marino. Finnur Andra sem að hleypur yfir hann og Kristoffer með skotið og þetta ekki búið. Boltinn fram. Yngvi nær að koma þessi í horn. Nú veit ég ekki hvað áhrif það hafði en þeir fóru báðir í boltan. Já. Bæði Kristoffer og Andri. Já. Þeir leysa það í meistabróðinni. Já. En þarna hefði nú maður viljað. Horni stutt, Brynjar kemur svo með fyrirgjöfuna hérna á nærstöðingina. Marino, Andri fær hann í sig. Sæþór skallar þetta áleiðis áfram. Já, þá koma þær á ferðinni. Ásgeir. Margir hérna núna. En Páll Sindri mættur og skallar þetta frá. Og svo Brynjar og það brotið á honum. Guðmundur gerir það. Spurning hvort þetta sé eitthvað spjald eða var hann ekki svolítið sein? Jó. Þeir liggja báðir svona illvígir eftir en vonandi Brynjar ekki mjög illa farin þar að mæti vinnu hjá pappa á morgun. Já, Guðmundur fær smá spjall orði í eyra frá dómaralegsins. Skipting hérna yfir á Brynjar, Guðlaugur tilbaka á Birgi. Já, vel gert hjá honum. Guðlaugur fær hann aftur hérna inn á miðjunni, vel gert hjá honum. Skiptir yfir til vinstri á Marino. Marino lengir þetta á Brynjar. Fyrirgjöfin innanlega og aftur fyrir eða ekki og spila leiknismenn út úr þessu. Suárez skiptir yfir á Guðmund. Guðmundur á Yngva, þá pressa Káramenn lítið. Arek. Já, Arek er búinn að vera búsettur á Fáskrúðsfirði síðan hann var 5 ára gamall. Já, bara Fáskrúðsfirðingur. Já, alveg klárt mál. Marino í baráttunni, vel gert hjá Unnari. Unnar eitthvað að kvarta yfir Marino hana, ég veit ekki hvað hann vill meina að hafa gerst. Páll á Guðlaug, það er allt annað að sjá Káraliði spila núna. Já, það er alveg rétt. Þetta er nýjupphæfuleiks. Er líkar í sjálfum sér. Já, en það er vist áhugjefni að hversu seinir í gang þeir hafa verið núna í þessum 2 síðustu leikjum. Fín barátta hérna. Póvilas. Þetta er svona Sæþór kemur á hlaupinu. Brynjar nær að skalla þetta frá Páll upp í loftið. Kristoffer tekur hann með sér. Vel gert hjá Kristoffer. Jesus nær að komast í boltan en Marino. Nei, hann er engin. Ætlaði þennan bolta Kristoffer sennilega. Já, þetta er samt, þetta hefur verið svolítið með Káraliði undanfarin ár að kannski geta komið í svona kaflar þar sem vantar kannski svolítið stöðuleika í leikin en svona síðan hefur það farið bara með reynslu leikmanna undanfarin ára. Það er nú kannski ekki eins mikið og var þannig að þeir kaflar eru að vera styttri en eins og ég segi, í báðum þessum leikjum þá hafa þeir einhvern veginn, hérna er stór hættuleg fyrirgjöf. Kristoffer nær skallanum en Yngvi skallar þetta frá og Almar í baráttunni. Páll Sindri vinnur boltan, finnur Brynjar, hann lætur bara vaða, fær hotspinnu. En Káraliði er rosalega gott að koma tilbaka og það móti Huginn og Seyðisfirði, móti Tindastól, þeir eru að gera það hérna, móti Víking Reykjavík, úrvalsdeildarliðinu. Það er einhvern veginn, þeir hengja ekki haust þegar móti blæs. Já, þetta minnir á Manchester United undir stjórn Alex Ferguson. Já. Það var ekkert verra fyrir aðkomi liðið en að lenda 1-0 yfir. Þeir þurfa eitt mark til að koma sér í gang. Já, það virðist vera. En það er ekki alltaf víst að það gangi upp á móti sterkari liðum. Þá þurfa menn að spila í 90 mínútur. Fyrst á með hotspyrnuna á nærstöngina. Brynjar heyrðir þetta. Finnur Kristoffer aftur sem að kemur með hann beint inn á fjær. Þar er Ragnar Már en hann nær ekki til boltans. Öll.
ég ætla nú ekki að segja öll, ég ætla nú ekki að vera með fullringar, en flest leikatriði sem hafa verið fyrirgjafir eða svoleiðis aukaspyrnur og hotspyrnur eða svoleiðis hafa alltaf farið eða á fyrsta mann. Já. Og það er ekki að ganga, ég veit ekki hvort þetta sé vísvitandi gert en Gunnar spyrnir, nú, hann þræðir loftbitana hérna en Káramenn leysa þetta mjög vel. Sindri með langan hérna í áttina, Marino sem að nær honum en nær ekki valdi á honum aftur á móti. Það er smá pirringur hérna í Marino verið vera. Mér fundist vanta aðeins bara svona touchi hjá honum, hann er svona átt í erfiðleikum og köflum með að ná valdi, almennilega valdi á boltanum en klukkutími liðinn og hér er brot ekki dæmt. Nú, jæja. Þarna held ég nú að það hafi verið brotið. Já. Sindri. Já, það spilaði þetta bara neyri. Páll á Guðlaug. Sem að snýr, finnur Páll aftur. Þá kemur boltinn út til hægri á Arnar en sendingin var nú ekki alveg nógu góð. Nei, Andri mættur en Guðmundur sem að Andri brýtur á honum síðan. Hann seti þess að varnarmenn fá aldrei frí. Nei. En við töluðum það hérna í upphæðuleiks þegar pressan gekk sem best hjá leiknismennu þá fengu þeir ekki, Káramenn eiginlega ekki tíma til að hugsa hvað þeir vildi gera með boltan. Nei. En það er nú allt annað upp á teiningnum núna. Hér sáum við inn á miðsvæðinu fengu Káramenn að hérna alveg aðtapna sig og líta í kringum sig. Já. Þannig að pressan er ekki alls ekki svo sama. Nei, en svo eru þeir skarpari hreinlega líka. Frábær sending hérna, Ragnar Már. Og það eru menn á teiknum, boltinn hérna. Þeir ná að skalla þetta frá Ásgeir enn og aftur. Sæþór kemur hérna, pikkar þetta upp. Vel gert hjá Birgir. Það er að verðast þessu vel. Þetta eru fína sendingar líka sem Kári þeir eru ofta að stinga inn á milli bakvarðar og hafsends. Já, skipting hjá Leikni. Guðmundur hefur eitthvað orðið meint af þessu. Já, þegar hann braut á, hver var það aftur? Marino. Ef ég man rétt. Nei, Brynjari segi ég. Hann kemur á velli og inn á. Kemur bara í hans stöðu eða hvað. Leikmaður nummer 21 sýnist mér að sé. Darius Jankauskas. Marka hæstur leiknismann á þessari leiktíð. Kemur Dagur hérna upp vinstra megin. Darius með honum. Kemur fyrirgjöf, Sindri nær að hreinsa það frá. Unnar heyrðir hann upp, fer í skotið og Gunnar þarf að slá hann yfir. Hann getur skotið, Unnar Ari. Þetta er annað skipti sem hann ógnar með langskoti. Núna hitt hann ramman. Já. Og Gunnar mátti hafa sér alla við. Og þá eru Káramenn að skipta. Það er Ragnar Már Lárusson sem að fer að velli. Og inn á kemur Helgi Jónsson. Helgi Jónsson kemur inn á í fyrsta sinn á þessu tímabili. Já, hann gerir það. Eins og við nefndum á hann, einn af þeim sem spila Pítu nú við. Birgir skallar þetta frá, Sæþór skallar þetta tilbaka í fangi á Gunnari. Já, og brotið. Almar fer í hann hérna. En já, það er dæmt á það. Það er hérna... Er þetta taktísk skipting eða kemur Helgi hreinlega bara í stöðuna fyrir Ragnar Má? Hann virðist koma hérna, nei, minn síns Marino færa sig út til hægri. Já, Helgi kemur hérna fyrir aftan sóknarmanninn. Já, hann er... Páll Sindri á fínum spretti hérna, slök sending síðan. Það er svolítið merkilegt að Darius sé hérna markaðastur hjá leiknið þessari leiktíð. Hann er nú svona varnarsinnaða maður. Já, með ekki gefa okkur það að hafa eitthvað komið úr föstum leikadriðum og
Já, jú, það, ég held að það sé alveg, hann svona, ég virðist vera ég held að það sé upplægi svona eitthvað varnarsinnu miðjumaður. Fín pressa núna hjá Leiknismönnum. Povilas, þeir hlaupa hann saman, Unnar, reynir sendingunni út á Ásgeir, en Káramenn velvakandi, Guðlaugur fram á Helga. Kristó nær að halda þessu inn á, vel gert hjá honum. Guðlaugur tilbaka á Pál, hann skiptir yfir á Arnar. Hann fá þeir mun meiri tíma hérna inn á miðsvæðinu. Guðlaugur nógan tíma til þess að finna mann, finnur Brynjar út á kantinu með fasta fyrirgjöf. Og þetta er stór hætta, Helgi þarna í boltanum. Náði ekki alveg til hans, en þetta var stór hætta. Páll brýtur hérna. Þetta er skynsamlegt brot. Já. Snirtilegt. En núna sjáum við á bekknum, það eru 4 á bekknum hjá Leikni Fáskrúðsfirði. 4 útileikmenn, já. Já, þannig að það er svona þunnskipa hópur og þeir eru náttúrulega með 1 leikmenn í banni, Carlos, það getur verið dýrkeypt fyrir þegar hópurinn ekki stærri en þetta að menn sem byrjunarliðsmenn séu í banni. Alveg klálega, hér kemur Povilas, finnur Darius sem er komið í skotfæri. Þetta var ekki alls slæm tilraun, samt töluvert framhjá. ...65 mínútur liðnar. Káramenn í ágætistöðu hérna 2-1. Gunnar Bragi spyrnið frá markinu hérna út til vinstri, þar er Andri, tekur hann niður. Brynjar að fá mun meiri tíma en tæpsending hann eins vegar. Arek, já, en Helgi vinnur vel tilbaka. Páll á Helga, hann er hérna vantar, hann er hálfur í skónum. Helgi kemur hérna inn á krafti. Já. En Andri, hann er ekki komin á blaði dag, átti stórkostlegan leik hérna á móti Tindastól, þrennu í síðasta leik, þannig að en það eru margir í þessu Káraliði sem geta skora mörk. Já, það er náttúrulega heila málið. Og í deild eins og annarri deildinni þá getur það nú skipt mjög miklu máli. Já. Þá kemur Darius með aukaspyrnuna. Helgi skalla frá. Kristófer missir hann aðeins frá sér. Flott tækling á Dariusi. Kemur Jesus og Birgir hangir hérna í honum, en það er bara dæmd hornspyrna. Ég nú skil reiði Fáskrúðsfirðinga að fá ekki... Já, hann uppsker gult spjald, sýnist mér. Já, hann er kannski full ákváður í mótmálunum og þetta skiptir nú ekki mjög miklu máli, en ég er alveg sammála honum, þetta var aukaspyrna. Alveg klárt mál. En menn þurfa nú að hemja sig samt sem aður. Já. Þarna hefði einmitt hann var að toga í hann sem er í rauninni líka guldspjald, þannig að það hefði verið guldspjald á Birgi, en það er nú reyndar, hann var nú, já, jú. En þetta er tölvöðsöflið þessu, en hotspyrna var niðurstaðan. Hér er einmitt Bjarga á línu. Já, Arnar Freyr gerir það. Skalli, Helgi kemur hérna á ferðinni, en Dagur vinnur vel tilbaka og Helgi hleypur hann bara niður. Og þá er skipting önnur hjá Leiknismönnum. Já, menn er ekki alveg. Almar að koma að velli. Ekki alveg sáttur með það, Almar Daði Jónsson. Og inn á kemur þá Já, við bíðum eftir að sjá númerið. Það er Hilmar Freyr Bjartarsson. Já, hann er búin að spila lengi með Leikni, svona eins og Almar sem var að koma út af. Hann kemur hérna bara væntanlega í stöðuna hans Almars eða hvað.
eða hvort að Povilas færður framar. Já, sýnist það. Langt innkast. Leiknismenn verjast þessu. Jesus stingur upp í vinstra hornið, Arnar skallar frá og Povilas vinnur skallaboltan hérna. Dagur, Hilmar, Arek, Darius og Gettiskabli núna hérna hjá Leikni. Ásgeir kemur með hann fastan fyrir, Birgir skallar frá, Marino fleytir því áfram, þar kemur Helgi, Unnar hana aðeins í honum, leysa þetta vel, kemur langubolti hérna inn á Helga en þetta er oflangt væntanlega. Já, já. Ég veit ekki hverju Lúli að kvarta núna. Nei, ég átta mig ekki alveg að því. Mér finnst svona... Já, leiknismenn eru allir að færast í aukana hérna. Ásgeir, Sindri skalla frá. En Unnar, nei, hann er ekki að komast í boltan. Hilmar. Ja, nú þeir komnir svolítið í frjálslega tæklingarnar hérna. Nei, þetta er nú alveg rétt við dómaranum. Það var aukaspyrna að tekja svona 10 metrum framar og það var að tekja. En hvað gerir hann til að leysa úr þessu? Það er Arek eða hvað sem er að fá spjald fyrir seinni tæklinguna. Já, ég held að en Hilmar verðist sleppa alveg með þá fyrri. En þá er skipting. Hvað er nú? Býttu nú við, hvað í ósköpunum er í gangi? Nú liggur Andri Júlíusson. Arnar komin í einhverju æsingu. Jesus. Hann hleypur bara í burtu og hann er mjög skömmusturlegur, ég veit nú ekki alveg hvað. Ég er ekki sem að dómararnir hafi séð eitt eða neitt þarna. Arnar þar sem hann var að slaka aðeins á. En það er skipting, Sæþór Ívan Viðarsson fór af velli. En þeir þurfa að ræða hérna saman. Dómar og aðstjórnarmenn. Ég sá ekki hvað gerðist þarna. Arnar segir hann hefur sparkað í hann, ég veit ekki ef hann er sparkað í hann getur nú alltaf fyrir að gefa hann gullspjald. Andri, hann hleypur til Andra og hann fær aðhlynningu á velli. Það var ekkert í gangi ef leikurinn var stopp og ég held að dómararnir hafi mist af þessu. Ég held það nú líka. En Sæþór Ívan sem sagt fór af velli hjá leiknismönnum og inn á í hans dag kom Atli Dagur Ásmundsson. Það er Atli Dagur sem kom frá Stjörnunni, eins og ég ruglaðist af hann. Og Káramenn er að undirbúa skiptingu, eða eru búnir með skiptingu. Arnar Freyr sýnist mér hafa vikið fyrir Hákoni. Já, Hákon Ingi komur inn á í fyrsta sinni sumar. Já, en engin spjöld á loft, þannig að... Nei, þetta... Við vistist einhvern veginn, við sáum þetta ekki, dómarinn sá þetta ekki og Stúka var nú ekkert að tapa sér hérna, þannig að... Já, var einhverjir sem voru ekki sáttir. Kemur langur bolti fram og innanlega hvað Helgi nær að koma þessu fyrir. Og festist í mörkunum og Andri fær að koma inn á aftur. Já, þetta var smá hafurtask. Já, þetta... Sindri gerir vel. Mér finnst svona andrúrslóttið svona síðustu mínúturnar benda til þess að það verði einhver æsingur hérna í kemur Dagur, Hákon fyrir, frábær barátta í honum. Hann virðist vera sprægur. Já. Maður öfundar ekki mennina sem þurfa að verjast Hákonni. Svakalegur hraði í honum. Nei, en þá er það Darius sem hann tekur þetta, þeir vinna þennan skallabolta. Leiknismenn
og Arek síðan með skot framhjá. Já, það er svona ákveðin spenna í loftinu hérna. Já. Enda stutt á milli. Og svona ákveðin pirringur hjá einhverjum leikmönnum. Gunnar spilnir þessu hérna fram. Gunnar Helgi í baráttunni, nær að finna Kristófer hérna, gerir vel í hann ávaldi að þessum. Brynjar tilbaka á Sindra. Hann svo með langan bolta og Andri eldir hver annar og ja, pressan og Yngvi bara setur þetta upp í loft. Hendi á Darius og einu sinni aukaspyrna á vænlegum stað hjá Káramönnum. Það er Kristófer sem kemur yfir og ætlar sér að taka það. Kristófer inn á teginn, þetta fer í gegnum allt. Já. Atli yfir til vinstri, það er Darius. Fram á Hilmar. Það er vel gert. Atli Dagur. Aftur yfir, þarna hefði nú betur beðið því að Ásgeir Páll var kominn með honum hérna hægra megin. Kristófer tapar boltanum undir sig hérna og Jesus hérna hann bara kemur með hann fram en Hákon kemst í þetta, losar þetta upp í hornið. Boltin tilbaka til Róberts í markinu. Það í rauninni getur allt gerst í þessum leik en þá Guðlaugur skallar þetta út af. Þá er síðasta skipting leiksins eða ekki? Jó, það eru Káramenn. Sýnist að vera Gylfi Brynjar, sýnist mér. Fyrir andra þá eða? Já, eða hvað? Náttum ekki alveg, jú. Jú, það er Andri Júlíusson sem fer á velli. Hann er bara haldrar hér. Já. Þetta. Gylfi Brynjar Stefánsson, hann er nú ekki síður iðinn við kolan. Nei, hann kom inn í því að djöflast í mjög vinnusamur. Kom inn og skoraði fljótlega á móti Tindastól í síðasta leik. Hann kom bara inn á svipað leiti held ég. Jesus. Yfir á Darius. Hann út á Hilmar eða hvað. Hilmar kemur inn á völlinn fram hjá Marino. Tilbaka á Arek. Hann aftur yfir til vinstri. Káramenn loka ágætlega núna. Ásgeir. Nei, Dagur fyrirgefiði. Arek skiptir svo hérna yfir á Ásgeir en Brynjar skallar það frá Kristófer. Vel gert hjá honum. Brynjar á Pál Sindra. En Jesus tekur þetta niður. Róli heitunum. Atli Dagur. Það var Marino, nei, hann er þessum ekki reyndar. Leiknismenn er að halda boltanum hérna vel. Dagur í skotfæri en í varnarmann. Menn með hann ekki gleyma það sem gerist hérna í fyrir áleik. Það var nú svona sambaralegt færi. Þannig við hitt þessum bolta á ramman. Já,
Já, fyrir þá sem langar að skoða mörkin betur og þá bendum við ykkur á Twitterinn okkar. Þar eru komnar inn klippur af öllum mörkum þessa leiks. Og þær koma inn bara nánast samstundis. Marino á ferðinni hérna, fín vörn. Hilmar finnur Ásgeir hérna úti hægra megin. Já, við Káramenn að falla töluvert tilbaka. Já. Leyfa leiknismönnum að koma. Kemur fyrirgjöfinn, Sindri vandræði með að koma þessu frá. Já, hann... Póvilas var þarna í baráttunni, Unnar. Ásgeir í hlaupinu, nær að halda þessu inn á. Brynjar gerir vel, en... Kemur ykkur skrítið snúningur á boltan hana. Já. Já, Kristófer nær að hreinsa þetta. Gylfi í baráttunni við Arek og Gylfi heldur boltanum. Fer hérna framhjá Jesus, kom 1-1 hérna á móti Ingva. Kemur til hægri, leggur hann yfir á Marino sem í dauðafæri og skýtur í varnarmann og framhjá. Það var vel gert hjá Gylfa. Já, virkilega, tók á hérna 2 menn. Ég held að hann ætlaði bara að klára þetta með skoti fyrir utan teig. Ég held samt að þetta hefði verið rétt ákvörðun hjá hann. Já, alveg hárrétt. Marino var í mjög góðri stöðu. En þeir komist þarna fyrir boltan og Káramenn fá hornspyrnu. Kemur hornspyrnan. Það eitthvað vandræði. Þetta vilja Káramenn fá hendi. En boltinn sleppur við loftbyttana. Guðlaugur nær að leggja hann fyrir sig. Skot í varnarmann, Atli Dagur fyrir. Þá koma leiknismenn á ferðinni. Darius skiptir yfir. Sindri alveg með þetta. Skallar hann út á Marino. Marino með langa sendingu. Jesus tekur hann bara kassan. Ásgeir. Réttur maður 8 mínútur eftir. Birgir bara öryggi uppmálað. Setur hann inn í Völundarhús eða mörkum hana. Já, þetta er góð leið til að tefja, sko. Já, það er ekkert að segja við þessu. Nei. En Ásgeir greiðir úr þessu fljótt og vel. Ásgeir. Með fastan bolta inn á Birgisteinn. Kemur þessu frá, Páll Sindri. Unnar, tógar í hann. Ég skil nú ekki á. Þetta er engin hagnaður. Nei, hann var rosalega takmarkaður. En ef ég á að segja af leiknismönnum þá hefur hann Ásgeir Páll Magnússon hérna í hægri bakvörðunum heilla mig hvað mest. Já, hann er bæði varnarlega og sóknarlega. Greinilega hérna virkilega efnilegu strákur á ferðinni á trillast leiknismenn. Já, þeim fannst þetta vera svo. Já. Þá er það Páll Sindri sem tekur þessa aukaspyrnu. Hann lyftir hérna, ætlar að lyfta á bróður sinn, Hákon. Já, það gekk ekki nógu vel. Gekk ekki, en Hákon enda með hann hérna úti hægra megin, nær fyrirgjöfinni í varnarmann. Gylfi tekur hann niður, snýr. Leggur hann aftur út á Hákon sem að kemur hann háan fyrir. Þeir ná að koma þessu frá. Og Róbert út úr markinu. Gerir vel. Og þetta er upp í þakk. Eins og staðan er nákvæmlega núna, þá eru Káramenn í öðru sæti ef að leikurinn fer svona. Já. En afturhelding á hins vegar leik góða sem ég held ég leikinn seinna í dag. Já. Og geta komist aftur upp. Er það ekki gegn Huginn? Jú, á Seyðisfirði leikurinn. Já, ekki spilaðar á Seyðisfirði, ég held það sem Nei.
Völlurinn þar Það eru að fellavelli ekki? Jú, líklega. Völlurinn þar var bara dæmdur ónýtur ef ég frétt rétt. Já, þú meinar. Það hefur ekki gengið vel hérna, samt ótrúlega þetta er ekki það besta veðrið í sumar er búið að vera á Austurlandi. Já, sagan sem að ég heyrði af þessum velli, það hefði bara greinst bara mygla í honum og hann þurfi bara hreinlega að tæta hann upp og leggja nýjan. Já. Það er ekki gott. Það er töluverður kostnaður sem felst í því. Já. En Seyðisfjörður er ekki bara fínt fyrir það að leggja gervigras eða líka bara til þess að bæta æfingastöðu og svona? Í rauninni held ég að það væri alls ekki vitlaust. Hákon kemur þessu fram, Marino. Fjórir á móti 5 hérna, kemur fastu fyrir. Ég hef viljað sjá hann leggja hann bara þarna út á Helga. Páll Sindri í skotfæri og hann er í vandræðum að verja þetta Gylfi. Þarna Kristófer var með snýri baki. Marino næris út á Gylfi sem að skorar. Hann skorar bara alltaf þegar hann kemur hérna inn á núna. Supersub og 2 leiki í röð. En frábært sókn hjá Káramönnum. Hann kom inn á svipaleiti og skoraði svipaleiti. Já, Marino gerði þetta virkilega vel að halda þessu lífi og kom boltanum hérna á Gylfa. Þeir hættu ekkert. Nei, en það var samt eitt hérna að þegar hann lenti í vandræðum með skotið hans Páls sem var mjög gott, þá hérna ætlaði Kristófer að hlaupa tilbaka. Hann áttaði sig ekki á því að boltinn, en það kom ekki að sök það sem, hver var það, Marino? Marino sem að náða sátti þessi sendingu á Gylfa sem að skorar annan leikinn í röð eftir að hafa komið inn og sem varamaður. Já, vel gert og þetta er svo þægilegt, það er ekki mikið eftir og við komum í 3-1 ef menn halda nú einbeitingu þá á þetta ekki að klika. Þetta mark á 87. mínútu og leiknismenn sem voru búinir að reyna að færa sig framar á völlin og reyna að skapa hættu fá þetta í andlitið, röð sókn hjá Káramönnum sem að endar með marki. Byrja ekki sóknir þegar hérna Hákon gaf hérna langan fram á Marino sem virtist vera bara einhvern veginn einn á kantinum. Þannig Arek skiptir yfir á Atla Dag sem hann er að taka með niður, Ásgeir með honum hérna hægra megin. En hann leitar inn á völlin, skiptir yfir á Darius sem er hérna inn á tegnum, Hákon til varnar, Hákon gerir virkilega vel að stíga hann út. Hann er sterkur. Hann er alveg nautsterkur. Gunnar klókur. Hleypur að hinum enda. Já, þetta er að hinn enda marktagsins. Spilnir Gunnar frá markinu í áttina Guðlaugi sem að fleytir þessu áfram. Gylfi fær tíma. Guðlaugur aftur, Páll Sindri á Gylfa. Gylfi á ferðinni, Jesus til varnar, gerir vel. Gylfi brýtur á honum. Gylfi er okkar Óli Gunnar Solskjær eða ekki? Jó. Það er búið að vinsælt á Skaganum þessa dagana að skora eftir að hafa komið inn á sem varamaður. Hafþór Pétursson gerði það á föstudaginn gegn Íringum. Hann kom mjög snemma inn á sem varamaður. Varamenn hafa nú verið bara frekar drjúgir fyrir Kára svona á. Það er eins og Jón Vilhelm og Raggi kom náttúrulega inn á hana út af Víking. Sendingin á Povila sem hann er að taka hann á kassan en Sindri velvakandi hana. Marino, Arek næra honum boltanum, enda hann í einhverju samstuði, það var nú ekkert hægt að dæma á þetta held ég. Marino eins og leggur eftir. En leiknismenn er ekkert í því að gefa neitt hérna. Darius með fyrirgjöfina, Sindri sparka frá og Gylfi í baráttunni við Unnar sem að hefur betur, gerir vel hérna Unnar. Finnur Povilas sem komin upp að endamörkum en nær ekki fyrirgjöfinni. Nei.
Það bara markspyrna. Marino haldrar eitthvað aðeins. Ég ætla nú að fá að nýta tækifæri líka og hrósa þessum manni sem var að sparka út núna á þessi tímabili. Já. Var í raun og veru varamarkmaður hefur komið inn síðan kom inn, ég held að Guðmundur hefur hugsað sem aðamarkmaður. Hann meiðist og Gunnar kemur inn og hún hefur verið bara stórkostlegur. Já. Dagur og fyrirgjöfin og Povilas skorar og minkar munin hérna á 90. mínútu. Þetta var æsilega lokamínútur. Jæja. Já, það var aðeins verið að hækka blóðrýstingin hérna. Já, ég held hreinlega í stöðunni 3-1 að leiknismenn myndu nú hreinlega bara kona niður og gefast upp, en rosalega ódýrt. Já. Það var eitthvað. Marino hérna á flegiferð kominn fram hjá Darius, kominn inn á teginn með fullt af mönnum. Páll Sindri var alveg galopinn, en núna eru svolítið margir Káramenn. Já, þeir með ekki missa hausinn hérna. Og hún átti bara að brjóta. Guðlaugur brýtur á honum og uppsker gult spjald, alveg klálega. Það var hárrétt hjá Gulla að gera. Já. Þarna fórnamenn sem fyrir liðið. Já. En nú er kominn sá tímapunktur að við þurfum að fara að velta fyrir okkur manni leiksins í Káraliðinu. Já. Og það vil oft verða erfitt að velja mann leiksins hjá Kára. Þetta er svolítið svona. Það er mikið liðsdeild. Já, og margir spilað ágætlega í dag, svo sem enginn borið af eða hvað? Já, nefnilega í svona fljótu bragði. Það er lekkar út á Hilmar, hérna er fullt af leiknismönnum inn í teignum, skallað áfram. Og hvað gerist ef maður núna? Povilas. Fyrirgjöfin, Kristoffer, kemur þess á, Brynjar, sem að losar þetta hreinlega bara hérna upp. Já. En ég er sem að gefa þér þann heiður enga síður og erfiða verkefni að nefna eitthvað nafn. Já, það er agalegt sko. Ég vil bara setja þetta á Pál Sindra. Líka bara út af því að hann er búinn að vera svo drjúgur fyrir okkur á þessu tímabili. Og þetta annað mark var rosalega mikilvægt, vel gert og mér finnst hann bara búinn að vera flottur á miðjunni í dag sko. Já. Marino er að hreinsa þetta frá. Nei, þarna er brota á Unnar. Dæmt aukaspyrna, alveg klárt, en mögulega aftur skynsamlegt. Já. Gylfi var þarna. Er þetta ekki sammála mér í því? Jú, ég ætla bara að leyfa mér að vera algjörlega sammála. Páll náttúrulega búinn að skora frábært mark og búinn að vera mikið í boltanum og stjórna spilinu eins og hann gerir. Sérstaklega í seinni hálfleik búinn að vera flottur inn á miðjunni. Gekk aðeins, það var svona meira basl á okkur í fyrri. Já, og ég ætla kannski að minna á það að hérna eftir leik ætla ég að stökkva af stað út á grasið og ná jafnvel að spjalli við Pál Sindra og Viðar Jónsson, þjálfara Leiknis. Og mátt líka endilega spyrja hann hvort hann sé að taka einhver aukaæfingar í þessum aukaspyrnum. Þetta verðist vera, ég man ekki eftir að hann hefur verið svona öflugur í þeim. Það er kannski þetta gullna korter eins og David Beckham talaði um. Já. Taka 15 mínútur auka. Hvað erum við að tala um? Hvað er mikið eftir á þessum leik hérna? Ég hef bara að fara að flöta þetta af. Gríðarlegu pirringur hérna að myndast. Háspenna hérna. Vel gert hjá Marino. Hérna er jótækling hjá Dariusi. Ég skil ekki okkur mennir að fara í og það er breytt mark. Þeir eru eiginlega bara að hjálpa Káramönnum með einhverju svona rugli. Fótinn tiltölulega hátt uppi þarna og er hann að fara í Rasmussen. Það er rautt spjald á Darius. Þetta er ekki það sem að leiknismenn þurfa. Nei, þetta er annað rauða spjaldi í röð. Ég hef búinn að fá rautt spjald í 2 leikjum í röð og eins og við komum inn á áðan og hann fekk beint rautt, hann Carlos í síðasta leik. Við erum með beint rautt hérna, við erum að tala um að það vantar 2 leikmenn í leikmannahópinn. Já, nú eiga þeir einhver orðaskipti hérna á varamannabekkjunu, Lúðvík og Viðar. Ég veit ekki hvort að ég ætla nú. Herri, það er alltaf verið að sjóða upp úr hérna. Það er alltaf verið að vittlust á varamannabekkjunum. Herri, það er
Það allt alveg á suðupunkti. Núna þarf nú bara dómarinn að stíga inn í og bara segja mönnum að slaka aðeins á, sko. Já. En herru, núna þarf dómarinn held ég að en Arek gerir vel en Káramenn halda boltanum og þá flautað af og þeir fagna gríðarlega. Sigur Káramanna en ég ætla að leyfa þér að eiga hérna smá spjall á meðan ég fer út á völlinn. Öddi ætlar að fara hér út á völlinn og ná, ég held að hann ætlar að reyna að tala á Páli Sindra sem er búinn að vera flottur fyrir Kára þessu tímabili og Viðari þjálfari Leiknis en þessum leik lauk með 30 sigri Kára sem sitja núna í öðru sæti í deildinni en Aftureldingar og Leikni góða sem eru í 3. sæti og geta senda niður 1 sæti í dag. En mörkin skoruðu Dagur Ingi Valsson sem kom Leiknismönnum yfir á 50 mínútum, Ragnar Már Lárusson jafnaði rétt fyrir lok fyrri hálfleiks eftir sendingu Arnars Freys Sigurssonar. Páll Sindri skoraði beint úr aukaspyrnu á 51. mínútu og Gylfi Brynjar Stefánsson var supersub annan leikinn í röð og skoraði eftir að hafa komið seint inn á. Hann kom inn á 78. skoraði 87. og síðan var það Povilas sem minnkaði munin á 90. mínútu og Darius fekk rautt á 94. En núna Öddi kominn með Pál Sindra í viðtal sýnist mér og ég sendi bara boltan yfir til Ödda. Já, ég kom með Pál Sindra í viðtal. Við völdum þig mann leiksins. Þetta var skrítin og erfiður leikur, eða ekki? Þetta var bara mjög lélegur fyrri hálfleikur hjá okkur. Svona óvenjulegt, þetta er bara eiginlega alveg eins leikur Tindastól. Svona bara byrjum bara hægir og seinir í allt og léleg hápressan hjá okkur. Þú veist, við leggjum upp með hápressunni. Þetta var bara, síðan stigum við þessu upp í seinni og þetta var bara eiginlega nákvæmlega eins Tindastólsleikur. Komu þeir ykkur á óvart í upphaf leiks? Þeir pressuðu mjög hátt á vellinum. Það kom mér óvart, kom það ykkur óvart? Já, við vorum ekkert búin að skoða þeirra leik eða við vissum ekkert hvað þeir var að fara að gera. En þú veist, já, þetta kom að sjálfsög óvart. Þeir eru með 5 stig og við með 12 fyrir leikinn og það kannski bjóst við að fá aðeins meira tíma á boltan. Svo ég mistar svona 5-10 sinnum í fyrri hálfleik eða eitthvað bara. Þetta var lélegur fyrri hálfleikur, flottur seinni. Megum við búast við ykkur áfram í toppbaráttunni í annarri deild? Er það bara það sem að leikmannahópurinn stefnir á? Alveg klárt mál. Við erum með hóp til þess að vinna öll þessi lið í þessari deild og gott betur það. Við stefnum bara upp, það er bara svoleiðis. Ég verð að spyrja þig, nú þessi aukaspyrnumarkið er glæsilegt. Ertu að æfa þetta aukalega, eitthvað sérstaklega núna í ár eða hefur verið að því? Nei, þetta er bara eitthvað algjör heppni held ég. Ég held ég að skora 4 á síðustu 5 spyrnum, þannig að það er bara 5 á næstu 6 næstu spyrnum, sko. Já, herri, takk. Það er ekkert aukalega sagt. Okay, takk fyrir þetta. Ég ætla að reyna að ná Viðari Jónssoni hérna ef hann fæst augnablik. Nei, Viðar Jónsson segir pass. Þá ætla ég nú bara að fara að þakka fyrir okkur á IA-TV í samstarfi við Omnis hérna frá Akraneshöll. Sætur og erfiður sigur Káramanna á Leikni frá Fáskrúðsfirði í stórskemmtilegum leik. Með mér í þessari útsendingu voru Valgeir Sigurðsson á myndavélinni. Stjórn útsendingar var í höndum Arnars Óðins Arnþórssonar. Með mér í lýsingu Björn Thor Björnsson. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og áður en ég hætti langum að minna ykkur á lífið er núna. Takk fyrir okkur.